Velkomin og takk fyrir að horfa á þetta myndband. Ég heiti Ólafur. Hvernig hefurðu það? Hvernig vegnar þér í lífinu? Fékkstu háar einkunnir í skóla? Ertu í hálaunuðu starfi? Ertu kannski í starfi sem þér finnst ekki sérlega gefandi? Finnst þér rétt að flokka fólk eftir því hversu vel því vegnaði í skóla og hve háar einkunnir það fékk? Og úthluta þeim störfum og stöðu í samfélaginu eftir prófgráðu og einkunnum. Er það hinn eini rétti mælikvarði á manngildi? Er skólakerfið hinn eini rétti farvegur til þekkingaröflunar? Það er vissulega eini vettvangurinn sem er viðurkenndur, en við lærum öll það sama, nákvæmlega það sama. Áskorun einstaklingsins er að skara fram úr einmitt í því eina sem að allir hinir læra líka. Alls staðar í heiminum er kennt í grundvallaratriðum það sama, og ef þú hefur aðra sýn á menntun eða vilt leita annarra leiða, að þá ert þú hálf útskúfaður úr samfélaginu, oftast álitinn hálf skrítinn og alls ekki viðurkenndur. Þrátt fyrir að hafsjór sé til af áreiðanlegri þekkingu og reynslu hvert sem litið er. Sem betur fer hefur heimurinn upp á fleira að bjóða, og kannski býr það fólk sem virðist passa illa inn í fjöldagreininguna einmitt yfir hæfileikum sem getur haft áhrif á velferð fólks á annan og ekki síður mikilvægan hátt. Ég er viss að þú ert hluti af rútínu hversdagsins. Án þess er erfitt að komast af í samfélagi sem rúmar bara eina skoðun. En er það köllun þín? Er þrá innra með þér að sjá hvað er handan við hæðina? Ég hef þessa þrá. Við erum ekki öll nákvæmlega eins, þó við séum öll sett í gegnum sömu síuna og við verðum aldrei öll alveg eins. Kannski býr þú yfir skapandi mætti sem fær ekki notið sín vegna þess að þú veist ekki af því. Þú hefur ekki hugmynd hver þú ert í raun og veru, í hvers þú ert megnug eða megnugur. Þú ert ekki Jón Jónsson. Það er aðeins nafni sem þú berð til þess að auðkenna þig frá fjöldanum. Lyftu upp hægri hendinni. Er þetta þú? Nei. En svo vinstri? Ekki heldur. Þetta eru afmarkaðir líkamshlutar þínir. En hver ert þú þá? Jú, þú ert vitund, sál eða andi. Og því fyrr sem þú býður sjálfan þig velkominn, þeim mun fyrr tekst þér að finna þitt innra sjálf. En er það eitthvað svo nauðsynlegt? Nei, ekki fyrir alla. Sumar sálir passa fínt í hlutverk samfélagsins, sækjast eftir auði og metorðum og trúa því að það sé hinn eina sanna hamingja, og þeim meira sem að þeir öðlast af veraldlegum gæðum og viðurkenningu, þeim meiri tilgang hafi lífið. Og það er bara gott og blessað. En það er talsverður fjöldi fólks sem er alls ekki á sömu braut. Sumir líða skort en aðrir hafa allsnægtir. En þrátt fyrir það virðist sama hvort heldur er. Sumt fólk finnur fyrir tómarúmi innra með sér. Því að andlegur þroski er það sem að innst inni það þráir að öðlast. Fyrsta skref allra sem hafa þannig þangagang er að gangast við því að það er til annar raunveruleiki í þessum heimi. Ef þú ert til dæmis það sem kallað er þroskuð sál eða gömul sál, eru mikla líkur á því að þú finnir ekki lyki lífssamgjörnar í stórum húsum, dýrum bílum eða miklum peningum. Þú mátt alveg eiga miklar eignir, en þú mátt ekki lifa fyrir þær. Þú þarft að lifa fyrir leit að andlegum þroska. Fyrir þig liggur svarið við tilgangi lífsins einmitt þar, og þegar þú yfirgefur þetta tilverustig, tekur þroskan með þér, en þú skilur húsið og bílana eftir. Ég vil benda á nýútkomna bók sem er hvort tveggja í senn, andleg vakning og frábær leiðavísir inn í sjálfskönnun.
Hún heitir gömul sál, en eitt er víst að þú ert einstök eða einstakur. Aldrei áður og aldrei aftur mun neinn gista þennan heim sem er nákvæmlega eins og þú. Enginn með nákvæmlega sama útlit eða sömu genauppbyggingu. Enginn með nákvæmlega sömu hæfileika eða andlega getu. Veistu að andlegi möguleika þínir eru talsvert miklu meiri en að geta lært og þulið margföldunartöfluna bæði aftur á bak og áfram. Þó að það sé gott og góður að gjalda vert, að þá finnst mér það ekki merkilegt framlag í afrekaskrána. Þetta segir mér að tilgangurinn sé annar og meiri en að byggja hús og kaupa bíla. Allir vita að meðganga fósturs eru 9 mánuðir. Þá á sér stað undursamleg fæðing barns og upp frá því tekur við þroskaganga sem varir vonandi í marga áratugi. En hver er meðgöngutími sálarinnar? Að hve miklu leyti er lögð rækt við hana í uppvexti manneskjunnar. Örlítið trúarstragl á fyrstu árum skólagöngunar sem að nú hefur reyndar verið aflögð og allir tilburðir til þess að skilja það sem að stendur utan efnis heimsins er afgreitt sem hálfgert rugl og vitleysa. Og engin vöndur skilur eftir sárar og ör en neikvæður dómur samfélagsins. Segðu mér hver þú ert, eða það sem er meira en vert, segðu sjálfum þér það. Smeltu á slóðina og taktu testið. Það er bæði skemmtilegt, áhugavert og ef til vill upphaf af jákvæðri sjálfsrannsókn og sjálfsþroska. Gangi þér vel.